Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 20. júní og FN95 blöður hafið göngur sína á þessum. Ég ætla að segja bara frábæra föstudegi. Ég grunan sem geggjar hjá okkur því að við drengindum við ljúum ekki að hlustendum. Við erum ekki beinn útsendingu núna. Nei. Þetta gerist ekki oft með FN95 blöð. Náttúrulega blöðkast aldrei beinn útsendingu. En FN95 blöð 97% tilfella í beinni. En við steindirum stættur á Gríklandi núna að veistlustýra. Þannig að það var ákveðið að fara bara hérna og hitta strengir. Kvöldi til. Við erum með þess að ég er að opna einn ískaldan gull light hérna. Við erum í gýr. Það 17. júní. Já, það með þess að sko, við erum á þriðjudegi hérna. Hæ hó, yippie. Hendur þér áður með að skoða ykkur blöður og eitthvað? Já, það búið að vera svaka dagskrá hjá mér maður. Við vorum í... Er þetta ekki drepleðilegu dagur svona yfir hreinskilnis? Já, fóruð þið ekkert eitthvað? Jó, ég fór að keppi, Teddi var að keppi í morgun á Norðurálsmótinu. Saman á mig líka, ég og blöður vorum í saman pakka. Sko, það var alveg brekka. Ég verð að viðurkenna það, því að ég ætla ekki að gera neitt í gær, en þeir heimdi sveppa á Írisar því að svonu þeirra, King Bergþór Ingi, sem nú dittur hlustandi. Það okkar besti maður, snillingur. Hann var útskrifaður til Vestló og ég ætlaði bara svona rólur, kíkja á sína lit og mæta og svona. Ég var bara komin í góða heiminn, sko, var komin heim til minni sem betur fyrir 7:30. Því þurfti að rífa mig upp 7:30 í morgun. En ég bara svona fekk einhvern pínu ósangjarna að þingu bara í morgun. Og kemur stundum bara eftir. Já, við erum að tala karta 5-6 bjórar eitthvað og farin heim 7:30. Þetta er ekki alveg. Nei, ekki sanngjarnt. Nei. Og svo beint og fótboltamót. Og líka rigning. Það flókið fyrir punktþór okkar bestu menn á Skaganum að hafa sönskjana. Sko, málið að það var ræða hérna upp í Hlikar í Mosó. Það er alltaf ræður og svo eru skemmtiatriði og gríslingarnir og allt þetta. Elsa mætti og Frozen og svona. Þetta er náttúrulega bara fyrir börnin. Það er engin fullorðinn maður sem skemmtir sér á svona hátíð. Nei, þú fær náttúrulega fyrir krakkana. En þú ert samt alltaf að hitta fólki. Þú ert að hitta alltaf, sko. Þú þekkir alltaf. Og síðan sko í ræðinni. Hver var fjallkonan í Mosó? Við erum ekki alltaf eitthvað svona, fjallkonan eitthvað. Nei, sko, Katrín Halldóra leikkona, hún var í bæinn. Já, hún er þetta geggju. Er ekki bara ein fjallkona? Já, er það bara þannig? Ég veit ekki alveg, ég held að. En hún er geggju. En já, nei, það var ræða. Og þar voru facts. Ég ætlaði að segja ykkur, ég var spenntur að segja ykkur. Ok. Það eru frá því að mælingar hófust, þá búið að vera 85% rigning á sundjúli. Þannig að þú hefur svo næsta ári. Það eru 15% líkur að verði ekki rigning. Er eitthvað land sem að breyki þessu ógeðslu tölfræði? Svona bara í heiminn. Á þjóðhátíð að degi sínum. Við eigum svo mörg met og flest er eitthvað sem maður vill ekkert eiga. Þetta er í júní. Það er sumar. Við hefum klamydíu met, er það ekki? Það er pottið. Það var eitthvað stað að skrifa. Og svo er það aðeins minka. Og þunglindisli líka, heimsmeistar að það líka. Við hefum heimsmet í þunglindi og klamydíu og í rigningunni á 17. We wear that shit proudly. Já. Heimsmet er heimsmet. Það er sem ég fór að hugsa líka. Ég fíl þetta. Nú er ég ekki einu svona að reyna að vera að fyndi. Ég fíla að hafa svona veður á 17. Þetta er 17. júní fyrir mér. Samt ekki. Ég man ekki eftir honum öðru sig. Ok, en ímyndar að við eiginlega komið krakkan eitthvað við hann grilla heimaður. Hefðu það ekki viljað að hafa bara geggja veður, fara og hitta sjávarnar eitthvað að trúða og blása blöður. Þetta er bara, sko, þetta er stemningin. Þið finnst þetta hluta af þessu? Já, þú veist, að því eins og núna áðan. Það var bara, við vorum öll komin í gallan og regnföt og húur. Það er bara svo sett að fara á svona eitthvað úti hátíð. Bara eins og ég var að fara í dalinn á þjóðhátíð. Ég var klæddur eins. Það reyndar, dalurinn, við erum að gefa dalurinn það er svolítið 50-50. Við höfum verið mjög heppnir með veður. Það er bara síðustu 2 ára búin að vera viðbjóður. Og gleymið því, þá er búin að rála síðustu 2 ára búin að vera viðbjóður. Það búin að rigning alla helgina. Laugardagurinn okkur síðast, það var ekki rigning. Nei, ég segi að það var rigning samt alla helgina. Það verður rosalegt í ár held ég. Já, en sko, þetta sko, ég fíla að fara í þetta svona ágríns, því að það sprakk blaðra, krakkin fór í fílu. Hvor? Yngri. Já. Eldri er bara... Fekk ekki blöðru eða eitthvað? Nei, fór bara í fílu. Bara þurru? Bara 17. júni, það kemur bara 17. júni fílan er alveg real thing, sko. Og jú, tengist blöðurum og datt ykkur nammi í grassi eða eitthvað svona, þú veist, það fyrir eftir ykkur fíla. Hoppukastalinn og allir blöður. En þannig að þetta er bara geggja. Rigning, það er allir í fílu, það er álag, enginn að hafa gaman, en samt er þetta eitthvað svo gott. Já, þetta er okkar dagur. Þetta er okkar dagur. En já, nú er náttúrulega föstudagur hjá hlustendum og vonandi bara allir í bullandi gýr. Sveið með þá,
sko, það eitt hérna sem ég var að hlusta á áður við förum yfir hver í þættinum hana. Ég var að hlusta á okkar bestu menn í hérna hlaðfréttum. Hérna hlaðfréttabræður, Fannar og Benni. Þeir eru með, svo ég pluggaði þeim líka, þeir eru með geggjað hlaðvarp, eða podcast sem heitir Hlaðfréttir. Og þeir eru líka sko vel virkir. Þeir eru með einhverja 3-4 þætti í viku. Þeir eru duglegir sko. Og þeir eru drullu skemmtilegir, nema það eitt sem ég á eftir að ræða þetta við Fannar. Hann var að koma inn á hérna og spurði Benna eitthvað sem ég bara svona tengdi ekkert við. Hann spurði hann hvort hann að hérna, leiki sér að því að kúki baði alltaf þegar hann var yngri. Og Benni bara, nei. Að leika sér það? Já. Ætti maður að mun eftir því? Já, það var náttúrulega sem Benni fór að tala hvað ertu að tala bara svona 2-3 ára eða eitthvað. Hann bara, nei, alveg hann til ég var 10 ára. Og Benni bara, viðbjörði þetta. Og eitthvað, hvað sagði mamma þeim? Þá til að var 10? Já. Það gerir það ekki. Þá kom mesti viðbjörð. Fannar sagði að mamma sagði aldrei vita þessu því hann skeit alltaf í baði og þjappaði það með löppinu og leta bara svona leku úr því. Það gæti verið með ókvæmast. Þetta samt að fannarlegasta sem ég heilt. Þetta alveg dörsti dæmi. Þetta eitthvað sem ég teki bara alls ekkert við. Nei, þannig að þetta ekki verið í gangi á mínu heimili. Ég man ekki eftir að vera sjálfur í þessu sko. Nei, ég tengi voða lítið þetta við Fannari sko með baði. Alls ekki. Ekki krakkar lenti svo óvart en þá er vilt aðeins yngri sko. En that being said sko, þá tengi ég rosalega mikið við Fannar. Við tengjum rosalega við Fannar. Þeir eru mjög líkir sko. Þeir eru svolítið svona líka típur sko. Þetta er algjöru fagmenn sko. Já, eins og þegar hann var með okkur í draumnum úti og svona, þá kom í ljós sko að við erum eiginlega svona nána sami gæinn sko. Hann er svona, hvað kallar þetta? Hann elskar svona snáðast. Já, vesen og ráberi og kaupa mussu og eitthvað svona, eina stytt, eitthvað staðar svona vesen. Já, en þetta hérna svo líka, ég verð að viðurkenna það, þetta er eitthvað sem ég er búin að bíða eftir að maður er ekki soccer mom, soccer dad, ég er í fíla að fara á svona fótboltamót og horfa á hérna grislingarna að keppa. En er grislingur þinn að elda boltan og eitthvað, minn er bara, sér ykkur fugl og horfur hann í svona 15-20 sekúndur. Þetta er búin að taka framförum. Svo lítill til að vera í fótbolta. Og flest að þið foreldrar hata þetta. Út af lífinu. Þeir allir eru nýir inni. Það eru ekki fullt af foreldrar. Og ekki byrjar að gista. Nei, það eru ekki fullt af foreldrar núna skelli hlæjandi bara shit, þeir veit ekki neitt. Það er bara býttu bara. Þetta er þetta skemmtilegt. Já, síðan byrja mótin, svo þarf þetta að fara á pollamót hérna í Akureyri. Já, Vestmanni. Já, og Vestmanni og þá þarf þetta að fá að leigja hjólísi og vera með öllum hinum pöbbunum að grilla og þetta er vesen. Tekur bara hótel. Nei, þú getur ekki verið eitthvað einn á hótel. Þú voru að stemningsmaður, mæta inn í allan hópinn og vera með. Það er helst að vera farastjóri og þá er þetta að gista inn í skólanum. Sko, það er reyndar eitt sem ég skil ekki í þessu af því að núna, hérna, þetta er það ungur að við þurftum ekki að gista, við bara kerðum upp á Skaga og keftum fyrir að leikja, svo kerðum við heim. Það var meisla. En hérna, sko, þegar ég er yngri þá þurfti ekkert allir foreldrar að koma að gista. Það voru einhverjum 2 pappa sem tók þetta á sig. Af hverju er þetta þannig? Af hverju þurfa allir að mæta? Ég veit ekki. Það þurfa allir að mæta. Af hverju? Og svo náttúrulega áttu eftir líka að lendi og þið báðir hérna öllum sko ruglinu og hliðalínni. Þegar liðir á öskrinna og... Það var ekkert svona á. Nei, það kemur. Þetta er svo litlir hann sko. Hann mætir. Þá byrja það að dæma. Þá erst þú bara, oi, þessi gæi hérna hjá þessu liði. Þú svona kannast við hann er mættur mann. Hann er að terra þessi allt hérna. Er það ekkert íkt að foreldrar séu geðbilaði bara hann á liðlínu? Nei, alls ekki. Það er ekki allir, ég myndi segja 99% af foreldrar væri bara kunna haga sér á liðlínu. Svo náttúrulega er einn og einn sem er alveg ég lofa sjálfur mér að það verður ekki ég sko. Það verður nefnilega þú. Það er ég að reyna að reyja að ég er ekki það. Þú tókst hlut og sambandi þú og Hugi voru í áslutaleiknum í körunni. Já, það var fyrir 2 árum af því að það var verið að setja sko bara kerfi bak við áhorfendur. En þú veist ekki að fara að hreyfa einhverja keilur eða gera eitthvað þarna. Alltaf. Ok, ég skal kemja það. Ef ég væri ekki að vinna í fjölmiðlum þá hefði ég kannski orðið verri í þessu. En eitthvað fellið þetta? Eitthvað fellið þetta? Hvað ætlar að segja við strákin? Við segjum að standa upp og harkið af sér. Hvað segir við hinn? Hvað heldur þú sé að hlaupinu á berjónu? Hvað er þetta rugglaður? Tala bara eins og ég sé eitthvað núna tekið. Nei, ég veit bara að þú ert mikill spilamaður og ert ákafur í spilum. Ég tókst kerf og samband. Já, þar ég útskýra fyrir ykkur okkur að það var. Þeir voru með mæka, valsarnir og voru að setja mækana þar sem voru öskra áfram Valur og setja hátalara baku Tindastólsstuðningsmenn og með það í kerfinu. Auðvitað tekum maður það á samt. Já, sjálfsög. Tökum ekki þátt í því. Nei, en þú veist, jú, ég meina, en ég er ekki að grínast í ykkur. Þið eru á leiðinni í smá pakka, því að... En hvað ertu illa séður ef þú mæntir ekki?
Þú veist, ég er ekki að segja að mér langar að mæta á svona, en þú veist, að því að verður það bara allir foreldrar að koma. Ég er búin að mæta allir sem mót á Akureyri og Sauðárkrók að fara með Evu. Já, þú var ekki bara stemning. Og vandamál við Sauðárkrók, kannski getur mögulega ekkert vandamál við Sauðárkrók. Getur mögulega gaukaði að bænuðinum. Að svona, ég veit ekki, rusla upp eins og einu hóteli kannski. Er það eitthvað sem þetta er að skoða? Þið hefur heyrt Hótel Tindastól? Já, það er 1. Það er 2 herbergi að það eru 6 herbergi, þú veist, hvað er þetta, 5-6 þúsund mann sem mæta? Já, bara ekkert eðlilega margir, sko. Ég veit að geista síðast á Hótel Siglu og bomba alltaf yfir, það er 1:20 önnu leið, sko. Hvað er þetta ekki bara með familíunni? Nei, öllum, já, nákvæmlega ekki með öllum. Fólk er út allt, ekkert allar á sama stað. Nei, Hótel Tindastól, gisti heimili. Akkur eftir ekki með, þú veist, hjólísi og hvað, klósett að tæma þá. Þú finnst að það er på hjólísi. Ég veit það, ég leikt það. Og hvað ég að gera, keira með það bara í hálf aldri. Þetta er að segja ykkur, þið eru að lendi í vesinni með þetta, þetta verður svona. Þetta er ekkert vesinni, ég gisti upp á Hótel Siglu og heitur potti fyrir utan og svo er ég að tala við félag með þetta daginn, sko, og hann er með strák í körfunni. Svo eru mótin þannig að fyrsti leikur er kannski kl. 8 morgunin, næsti leikur er 3 daginn og síðasti leikurinn er 6. En það er yfirleitt tempo með tempo. Þeir reyna svona að hafa þetta kannski hálftíma milli leiki og svo er kýrt í gegn. Massi mætti betur fara að hugsa. Ég reyndar hef aldrei verið annað. Svo er vaktaskipti á fólður. Það er svona sagt, hörðu, hver ætlar að fara með sund eftir leik? Og svona, ég maður svo, get ekki farið með alltaf, ekki sund, sko. Svo hver ætlar að gista? Þá bakka ég inn í runna eins og sjá þessi Simpson mýmið. Það er Hómer að bakka í runna. Það er að vera tala hver gisti, sko. En ég meina, drengi, þá ertu bara að byrja að bakka á Siglu. Ég tek svona að velja þægilega vaktir hérna. Já, ég meina, hver getur tekið á sig að fara með 30-40 krakk í sund? Þú veist, það er erfitt að vera bara með sínbönd. Já, ég er í erfiðleikum með 2. Fylgjast með þeim öllum og þín ábyrgð. Auðvitað. Við erum að vera klára. Þú þetta viltu baðvörður, þetta tekur þú það. Já, svo hattar nú ekki að benda nokkuð til. Ég gæti ekki þessu að 30 krakk. Málega það, ég var á nálum upp í turni. Var ég ekki búin að segja ykkur frá því þegar gamli kallinn fastakúni mætti alltaf? Hann mætti alltaf þegar ég var á vaktum í turni. Hann var að kafa. Nei, hann hoppaði, þetta var gett skrítið stíl, sko. Hann hoppar svona fram í bringusundi og fer með andlitið onni og svo liggur hann bara þannig geðið lengi, bara flýtur í svona mínútu og svo tekur hann áfram. Og ef hann er aðeins lengur, mínútu 10 eða eitthvað, ég var alltaf svona, ég var bara hálfur í steganum, alltaf að hlaupa, ég var alltaf bara á nálum þegar hann mætti. Og hérna, og ef þú ert með 30 krakka sem er að kafa og allir í djúpu og ég myndi á tauga það. Ég myndi líka bara segja sannleika þá. Ef það væri bara, herru, já, hver er að fara með 30 krakka í stund? Ég myndi segja bara, herru, ég var alveg til í það en ég ætla að vara ykkur við, ég hef alla syndur. Það er bara sérst í 70 mínútum, ég er það lélegur að synda, fór á bestótti. Þú ert með gögn sem sína það. Ég bara YouTube á það og sínt bara, vil ég hafa mig yfir þessu það? Ef ég myndi hoppa núna út í ykkur laugur en að bjarga einhverjum, það er aldrei að fara að gerast. Jó, nei, maður gæti alveg bjarga krakka. Ég get ekki synd. Nei, ég er að segja það. Þú lítur okkur að synd. Tekið svona hundasöð. Já, ég er með hundasöð. Ég held mér á floti í einhver tíma, en ég er ekki. Það myndi líka adrenalíni fara í ganga. Já, en þú veist, ég get ekki synd, fattaru bara 5 kilometra eða eitthvað. Nei, þetta er samt ekki grín. Já, ég er samt á því að bring back bara eins og þetta væri gamla þetta og sko allt til að fóruðar koma og horfi, það þurfa ekki allir að koma og gista á eitthvað, maður, fjandinn hafið það. Ég sko, ég var bara, eins og ég segi, það voru alltaf bara 2 foreldrar. Það voru svo umsjónamenn bara. Já, sem komið með og bara þjálfarinn. 2 feskir pappar. Pappi minn var alltaf í þessu, hann var alltaf farastjóri. Já, og þetta er. Þetta var alltaf líka sama sagan þegar ég var í körfuboltaferðalögum á leiðinu suður. Ég byrjaði að strippa svona stuttu eftir staðaskóla því ég var búin að tapa öllum peningum í kassanum. Hann vantaði með pening, það var alltaf bara, herru, hvað fæ ég verið nakin héðan og þangað, það allir sett í púk, sko. Þannig vann ég mig fyrir nestispening og öðru. En helviti, varstu snemma í kössunum? Helviti, varstu snemma í kössunum? Já, það þarf að láta staðaskóla heyra, það var náttúrulega 16 ára aldurstakk maður skýr, ég byrjaði að tapa í þessu 12 ára, sko. Það er þetta rosalegt. Það er einhvern að fá 3 melónur, myndi ekki þetta því. Jú, það var heldur gaman að vera hljómur. Já, þetta byrjaði að snemma, en við erum með, ég fant að þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Spurningkeppni Gilsarans, hvað er í henni? Það er náttúrulega ekki þannig í gangi. Nei, sko, það er ekki málega, það er alltaf, við erum að fara í frí, þetta er næst síðasti þáttur fyrir sumarfrí. Það er þetta rosalega, þetta er næst síðasti þáttur. Þannig að King of Vacation var það kannski mögulega næst, sko, að skrýta það bara núna, það er frí. Þannig ég var að hugsa, hvað er framöndan? Og eins ég var að skoða svona, hvað er Íslendingar að fara að gera á næstunni? Það er allir að fara að hella í sig. Það er þess að útiháttir og koma núna bara back to back, alveg hægri vinstri. Já, írski dagar, kótilettan þjóðhátíð. Alveg, og fólk er út allan, trissur eitthvað að vökva sig og það er allir dag og laugadar eitthvað neina. En með King of Hangover. Það er ótrúlega bara það hafi ekki verið áður. Ég skil ekki hvernig þessi hef ekki. Hefur aldrei verið með það? Já, ég var að skoða gögnin. Ég hef ekki séð það. Það ætti að vera bara eftir AC, sko. Þá er versta
hlýtur að vera áður Mun eftir blökastættinum í AC Það versti þáttur sem við gerst Hann er ennþá inni Já, það þetta, ég hitti eitthvað daginn sem sagði að þetta var upp á státtina svo hann setur þetta alltaf á þegar hann er þunnur Hlustandi Það er svona support Já, hann sér hann herri, þetta getur verið verra Þetta var svo sorglega þáttur Við ætlum að taka á laugardeginum, allir í gýr hjá The Pool Geggjaðan bakgrunn og allir Það er aðeins meira stemming Ég held þetta sé Landakösur með celebrity appearance, það er geðið eitthvað En í staðin hendur bara eitthvað versta podcast sögunar Degi og þingu þú varst íbúin að æla Þannig að herbyggja minna, bara nokkur sekund Á leiðin út á völl, þetta var svo mikil Svessi sofandi við hliðina á okkur Við varum svo ekki að nenni þessu Þetta náðum við að learn Frammiðis tökum við þegar menn er í gýr En ekki hérna Það verður ekki verið þingu þættir Hefur ekki að taka upp AC þátt næstu við förum Já, ég til ég Eitt alvöru AC þátt Já, í gýr Kannski á The Boardwalk Það var alltaf geðu Það er rosa Það er ekki þar Það er enginn að fara að trubla Maður þarf ekki einhver leifi til að taka það Það er ekki sér löggu í 15 ár Það er ekki að fara að stoppa það Svo erum við með Sturlaða staðreyndir Það er Steindi sem er með þær í dag Hann var einn með Pétur Jóhann daginn og ætlaði að hendi Sturlaða staðreyndir Komst ekki í það Búin að lúra á þeim Og líka búin að lúra einum klefa með Pétri Já, við þurfum að spila hann líka Það verður gaman að hendi hann líka Því að svona, þegar maður fær Pétur þá þurfum að reyna að nýta þetta Já, hendum hann í klefa og við getum ekki bara hend honum Þannig að hann verður að spila hérna eftir Sturlaða staðreyndir er ein rosaskittur sem að verður erfitt fyrir að blekja með Ég get samið hana, já. Ég var ekki búinn að því, fínt og komst inn á þetta. Hann pekar eitthvað svona, þið finnst skemmtilega, er þetta bara random? Þetta er bara allt sem ég finnst skemmtilegt, held ég. Ég náttúrulega tók niður allt sem ég finnst interesting og þetta eru frábæra Sturla. Fórstu á síðuna mínar, eða? Ég veit ekki, ég bara googlaði insane facts og það kom hann upp ykkur á nokkra síður, misvafarsamar. Þannig að ég bara, eins og ég segi, ég tek ekkert ábyrgð á þessum mólum, sko. Þú ert með liðin inn á þetta, ég vera með eitthvað svona rottulið, eitthvað djöflin, eins og þessi mávarliðið þinn og eitthvað. Það var bara heiður og verið með liðin rottur, ég fullt sem ég langar að vita um þær. Ég er með dagskrálið hins vegar drengi sem hefur ekki verið lengi og heitir Syngdu lagið. Það er langt síðan hann var, þið eru tveir slöppustu held ég á landinu í þessu en ég ákvað að gera fyrir þig. Drullu segur í. En ég ákvað að gefa þér sens Egill á rænsku. Þið finnst betur að fyrir þetta rænsku. Ég þekki ekki text á einu íslensku lagi, sko, þannig að takk fyrir það. Þannig að þetta henta þér betur. Já, Syngdu lagið á ensku, svo erum við... Ég samt alveg klálega ekki favorite, steindi favorite, sko, en ég mögulega næ kalla hana einu lagi. Ég er ágættur að bli íslensku lögum, sko. Já. En ég... Þú kannt ekki ensku. Vata talandi. Eðlilega kann ég ensku. Svo er nýjasti liður F95 blöð líka hér á eftir sem heitir Hvor er nær og það eru 3 spurningar eins og var síðasta fyrsta. Það er eiginlega skemmtilegasti liðurinn í mjög langa tíma. Já, hann er nettur og bara svona þægilegu liður líka. Svo ætla ég að nýta tækifæri og þakka öllum sem að tóku þátt í sumarleik blöðkastins síðustu helgi. Já, það var hrikalega gaman. Opnaði bakka og allir í gír. Opnaðum 53 bakka og komum inn á það fyrir ykkur sem að mistu að því að það verður ekki haustbingo í haust heldur verður það sem við erum búin að tala um núna heilengi, við ætlum að vera með marathon bingoður loksins. Þannig að í september núna þá verður ekki haustbingo heldur marathon bingo blöðkastins og við ætlum að vera í yfir 4 tíma marga klukktíma og safna vinningum fyrir að það að vera yfir 3 milljónir. Já. Þannig að það verður alvöru bingo 4-5 tíma bingo og það mun ekkert fara fram hjá okkur þegar það kemur að því en drengi, við erum búin að mala nóg hérna í bili og ekki henda á eitthvað alvöru lag hérna. Svo er það slúður og nýjasti liðurinn Hvor er nær hér eftir smá stund. Þetta er FM 957. Það er ég þegar á hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Það er fullu bátur og við erum í bullandi gýr, ekki satt drengir? Já, heldur betur. Og það er komið að slúðri og það er verið að minna með reglulega á það Steindi að þú ert búin að lofa íslensku slúðri núna einhverja 3 vikur röð og stendur aldrei við það. Nei, það er rétt. Það með seitt sem sendur mér að þú væri búin að sverja það. Já, og lofa og sverja á sko. Þannig að þá styttist nú væntanlega vonandi í íslenskt. Já, mælikvarða á króksara mælikvarða sko, þá er þetta náttúrulega má ekki vera að sverja hluti nema maður gerir þetta sko. Ég sveiði það er bara banna. Já, þannig að ég þarf að bara hendi íslensk slúður, þetta er rétt. Já, þetta er næst síðasti þáttur í sumarfríð, þannig að hann þarf það bara að vera núna. Já, næsta föstudag. Já, svei mig þá. Ég bara biðst innilega rafsökunar á þessu máli. Já, en ég stend alltaf við erlenda slúðrið og það er engin breyting þar á. Ég er með 3 kanónur í dag og ég ætla að byrja á þetta er náttúrulega bara pínu sorglegt, það er okkar maður Justin Bieber, við erum allir hérna Beliebers, hann mætti alveg taka sér held ég bara pásu á social media. Hann var að taka gott rant eða ekki? Já, hann er búin að taka gott rant og svo er hann búin að setja hérna eitthvað svona skrýtna myndir að sér inn en svo
var einhver að segja með það, voru þið búin að heyra þetta? Var í tísku að setja ljóta myndir af sér á Instagram? Voru þið búin að heyra þetta eitthvað? Nei, Já, hann ætla búið að vera Það sé eitthvað svona trenda, þú veist, í staðan fyrir að vera alltaf að reyna að vera eins myndalegur og þú getur þá eru að vera að setja svona myndir að þú lítur ekki vel út. bara hægt að kjafta þessu að þið minn heyrt sko Já, þetta er samt eitthvað, það var eitthvað að tala um þetta var eitthvað trend. Sexy myndir það er einn, þetta er ekki flókið Nei. Ég sé Rúrik að setja mikið á ljótu myndum að sér einn sko Það er örugglega bara vesen fyrir það. Ég sáru vorkin í bíbelnum Já, ég líka. Já, hann er á slæmum stað og er að keyrslun alltaf Og hann Hann er er bara við- í old fashion keyrslun Já, maður sér það bara á vídeoum hérna eins og Coachella, hann var allir bara, þú veist, að vera að reyna að halda honum bara uppi og var alltaf að klóra sér allur og... Svo náttúrulega er hann bara líklegast frekar skemmdur sko Já, hann viðurkenndi það, hann setti sem sagt það, eins og ég segja, þá var hann búin að vera dælinn á Instagram og það meðal annars talaði um að hún liði ekki vel og eitthvað, en svo var hann líka tók bara hérna Instagrami til þess að hann screenshotaði hérna SMS skilabóð með einhvern félaga sinna sem hann var að tala bara um að hann væri hættur að vera vinur hans. I will never suppress my emotions for someone. Conflict is a part of a relationship. If you don't like my anger, you don't like me. My anger is a response to pain I've been through. Asking a traumatized person not to be traumatized is simply mean og eitthvað. Og já, ég er í raunin að segja bara að hann sé að bara blokka hann að vinn sinn og ætla aldrei að tala við hann aftur. Og segir hann sé ekki lengur vinur sinn. Nei, eins og ég segi, það er ekki margar barnastjörður sem að hafa gott sko Með anger issues Já, hann er svona flestar eru með lóðrétt nema Jóhanna Guðrún Hún er einhvern veginn búin að halda haus allan tíma Með fulli veiðingu fyrir Jóhannu Guðrún, þá kannski ekki alveg hægt að bera saman Justin Bieber og Jóhannu Guðrún. Þetta er bara Nei, þú veist, það er búið að barnastjarna, hún er það ekki ennþá. Ég er að segja búið að ráðskast með Svala Björgvins líka. Búið að ráðskast með hann Er þetta LA? Er það sem er the devil in this? Já, sérðu bara Alltaf sunshine, Fullorðið fólk að reyna að græða Búið að reyna að græða á honum frá því hann var skilur 6 ára og sem eða 7 pappa ára. Ratsa viðbjöður hérna sem er elda ég er döðvorkinn hún, hann er ekki á góðan stað eina sem að ef ég þekkti til hans þá myndi ég svona segja hann að slepp og sendu frekar bara SMS ég ætla að blokka, þú ert ekki lengur vinur minn þú ert ekki að vera að setja þetta á stór furðulegt eins og ef við verðum að rífast ég setja alltaf á Instagram Já, það er svona skýslu Hann satt, það er alltaf Jesúmaður svo við félagandir Hann segir orðið að Jesus is the only person who keeps me wanting to make my life about others Eina manneskjan Steindi vill meina að það sé ástæðan fyrir að hann fór yfir og það væri trúin er hún ekki bara svona eina sem Það er ekki sem er hjálpa bara live and kicking Það sagði eini vinnur hans Einu vinnur hans, hann var að segja það bara en konan var svo Já, hann sagði bara eina hann sagði the only person Ég held að hann sagði ekki hvað frúin hans lest þetta sko og hvað hörðu það okkur sagði eitthvað Jésús eina Ég held að þetta sé manneskjan rosa blandað með bíberinn sko Þetta kemur úr mörgum áttum Það sagði ekki, það er there are only two persons It's my wife and Jesus Það er bara only person Jesus Og hann náleika Jesus is king Jesus is king menn nú eru við báðið það félagarnir grjótarðir Elsku mann, hverju er svo besti Það er Jesúlag sko Já, en er Jesús samt eini vinu þinni? Nei, það er líka þannig að mér, ég á fleiri Einn af mörgum, það er kannski vandamáli hjá Beat Machine Það er eiga fleiri vini Hvað sagði biblían um þetta mál? Um þetta mál Með Jesú Biblían um þetta mál Það er það bulla Nei, sko, hérna kemur einn og öðru Gótt svo byrjir, ég get með svar við þessu Þegar kemur einhver meistari sem vitnar í Matthew 11:28 Come to me, all you who are tired and overwhelmed and I will relieve you Take me upon you and learn from me that I am meek and humble of heart and you will find rest for your soul Direct quote úr biblíunni Eitt af efstu kommentunni hjá Beat Machine einhver meistari, hann er búin að svara það í stóri Þetta er þessi biblían sagði Þið tveir megin ekki eiga neina vini En Jesú er að vinna þinn líka Nei, ég er að segja að þið megin þá mæntilega ekki eiga neina vini Jó, þetta má það, þú ótt að elska og eiga vini Eitt gæði segist geta hjálpa Hvað meina, var ekki Víbjörn að segja að megi bara eiga einn? Nei, hann var að segja, hann á bara einn vin Já Við erum bara, það hefnir eiga fleiri vini en Jesú Ég á bara einn vin Já, en hann getur verið vinnur okkar Já, ég gæði sem er að reyna Hann sér að hann er eitthvað lítið lýsir I know it's a long shot, but I would love to help Svona gæði sem vil hitta sko Gæði sem vil hitta Beat Machine sko Hvar? Það held að hann myndi fá skilaböð Shit it Hvað ertu höfði? Hvað ertu í lífinu? Þú byrjar að bara koma eitt undir og býta Herðu, ég veit þetta er langsjót En ég er til að hjálpa Heyrðu í mér Þetta kemur nú harðir átt Varst þú ekki að senda á Britney Spears einhver enga skilaböð? Það var þegar maður graður Nei, herðu, fyrsta lagi A, ég var ekki graður B, ég tók þátt í keppni að reyna að komast á tónleika við henni Hæ?
Þetta var eitthvað þannig. Nei. Ég var 19 ára. Já, þú varst Ég var ekkert að senda henni, það var ekki komið social media. Jú, herru, nú geta hlustendur grafið þetta upp. Það var ekki komið social media. Sendi eitthvað bréf. Nei, ég sendi tölvupóst inn í einhverja keppni. Já, en var þetta ekki ymmit, þú hélst að henni langaði bara í svona venjulega strák, sveitastrák. Ég hef örugglega verið að hugsa það á þessum tíma, jú. Það hefur alveg spilað yfir, ég ætla ekki að fara að neita því. Hún bara lent og enga þóttun og króknum. Settiti sparkaði pörfni og blöðunum. Ég var samt ekki að kommenta, heyrði í mér, ég til að hjálpa, sko. Ég tók þátt í einhverju leika. Þetta var leikur til að fara á stefnumót með Britney Spears, alveg rétt maður. Og svo átti maður að koma með eitthvað, þetta er svo hallæðislegt, það var í lokin eitthvað, þú voru að haka í persóna eitthvað, hvað var þetta og þetta, og svo áttur að koma eitthvað það stóð svona, og eitthvað í lokin þá skrifa ég I was born to make you happy. Það er geðveik lína, það er rosa. Það er lag með hann. Bara hvað hún las það. Þetta las hún Þetta eldum þegar hún sá það. Það hefði hvað haldið í alveg að Britney Spears hefði lesið þetta eitthvað. Og eld, sko. Ég held að enginn séð hann að posta eins og því miður. En þá var uppáhaldslægið mitt með Britney Blöndal eins og kallar hana þá I was born to make you happy. En úr Justin Bieber yfir í annan við finnum svo langt að segja King, það David Beckham sem orðin Sir David Beckham. En hann, menn vildi svona meina að það var Father's Day núna síðustu helgi og fenguðu eitthvað svona Father's Day gjöf. Þetta var ekki á Íslandi. Nó, er þetta ekki svona bara með allan heim? Nei, þetta var bara Feðradagur, nei, hvað? Feðradagurinn var ekki hér. Ok, þetta var svona en bara... ég er búinn að fá leiðrétt að ég held að ég væri Sir. Ég er ekki Sir. Nei, Lord. Já. Sko, David Beckham var verið að tala núna að hann hafi verið að henda út eins og þetta kallast í American football svona Hail Mary að reyna að tengjast aftur sinni sínum Brooklyn sem er búin að neita hann en sem sagt búin að blokka hann og mætir ekki í 50-sammáli hans og talar ekki við fjölskylduna sína. En af hverju var hann aftur fúll út í pappa sinn? Pappin gerði ekkert. Nei, þetta var að því að pappin stendur með Viktoríu konunu sinni og hún vist kom og var vist fallegasta píjan hann ykkur, þetta er náttúrulega alveg galið. Bara, grow up here hérna Brooklyn og heyrðu í fjölskyldunni henni eða þú vorst að hlusta. Þetta er hann setti sem sagt myndir af sér á Father's Day og fyrsta myndin var af sér og Brooklyn þar sem að tala að stærsta hlutur kannski í lífinu væri að vera faðir hans og þeirra og eitthvað en það komentu öll börnin undir með hjörtum og eitthvað en Brooklyn hendi ekki eins og eitt like en það er hann hættur að followa pappa sinn og heldur búin að blokka hann sem er alveg galið dæmi. Ég veit ekki hvað Kitty Brits þurft að gera svo ég myndi blokka hann á Instagram. Það er bara fóreldur mínu væri bara hvað þetta væri eitthvað út að ef það var í brúðköpur eða okkur Rakel eitthvað sko þó að pappi minn myndi æli við kökuna og deyja áfengjastöða bara í kjöltum minn í brúðköpunni hann myndi ekki hægt að tala við hann. Ég get lofa því hvað þá það var eitthvað eitthvað ræða hann myndi hægt að followa pappa minn á Instagram hann myndi ekki fara að tagga mig í story og segja að væri að uppeldið skipt öllu og Father's Day og hann myndi ekki láta svona. Nei, það er líka smá mun hann býr bara við hliðinaður í Mós hann myndi bara banka upp og segja hvað ert að gera. Já, en ég minna Brooklyn býr ekki heima á þessu sko. Hvar býr Brooklyn? Ég býr ekkert heima hjá mér ég býr ekki að fólkið mér. Hvað er þetta sínir hún að gera það sittur hún út? Hvað er þetta sínir hún að gera alltaf undir sippunum út þetta vera alveg? Já, það er sem ég er að segja bara hvaða hætti þessu bullin hætti að bara blokka pappas. Já, en ég er að segja heldur að Hafdís myndi þú veist mamma þinn þá myndi hætti að followa hún Insta heldur hún myndi bara byrja að posta í story bara auðvitað kom og samþyktu mig aftur nei, en það er náttúrulega það er kannski líka smá munu, það er verið að fylgjast með þú sér það, við erum búin að fjalla þetta eftir 3 svar hérna í F95 blöð, þannig að þú veist David Beckham er svona, hann veit alveg að vera fjallað þetta sko. Já, og þess vegna ætti hann náttúrulega líka bara að vera ekki að láta svona Beckham? Já, hann er ekkert að hjálpa hann er ekkert að gera aðstæða betri. Já, það meina hann að búið til fleiri fréttir. Auðvitað er hann að gera það. Já. Ég meina, hann má ekki gleyma því að þú veist, það er barist the front pages að núti og auðvitað vill Beckham vera á þeim. Ég held ekki út af þessu en ég veit ekki, herri ég ætla að enda þetta á einu fyrir þig Egill það er Arnold Schwarzenegger og ekki bara hann, heldur Patrick Schwarzenegger líka þeir feðgar sem er so hot right now. Nei, hann léki einni seríu einni seríu? White Lotus? Ég veit það, hann var geggjar í henni það er ekki einhver seríu Akkur fannst mér að við séum að vera að sæna hann í einhverju svaka mynd það er verið að ræða hann það er rosalega American Psycho sem er líklega bara topp því stærsta mynd
Já, ég veist, þetta er bara, það er ekki tala um neinar að myndi þessa Það er verið að ræða Patrick Schwarzenegger takið the lead Það voru búin að taka risastökka Fyrsta lagi stórfurðult að vera endur gera bíómynd sem er ekki eins og það það er samt pepp fyrir þessar og það slegist þetta hlutverk og hann er líklegur en það sem að gerðist hérna er að þeir voru í einhverju svona viðtali þar sem að leikarar hittast og tala saman og þeir hittust feðgarnir og voru að fara eitthvað yfir bara leiklist og annað og þá segir Arnold Schwarzenegger við Patrick Schwarzenegger að það hefur verið rosalega skrítið að sjá his wiener í sjónvarpinu og Patrick Schwarzenegger talaði bara hver segir wiener í dag og Arnold tók það bara að kasta hann og segja ég segi wiener hefur eitthvað mótið því en það fekk vist eitthvað svona eins og stendur hérna backlash fólk að kommentara og var eitthvað fannst þetta vel óviðjandi að Arnold Schwarzenegger var að tala um tippi á sinni sínum í einhverju viðtali og Arnold Schwarzenegger sagði að hann gæti ekki verið meira saman og sagði svo við Patrick Schwarzenegger að hann gæti samt ekki sagt mikið að koma fram á the wiener eins og hann orðaði þetta því að I did the same thing for Conan and in Terminator so you were naked I can't complain about it but it was a shock to me that you were following my footsteps this closely ég meina þegar að vélmenni lendir í Terminator og lappar hann að allsbyr hann út en er ekki I need your boots, your clothes and your motorcycle en er ekki Patrick fullorðinn maður ekki 31 ára, jú Arnold er að velta steinum hann já ég held líka Arnold Schwarzenegger hvað heldur hún sé ekki sama þó að sé eitthvað bóklið að tala um að ég ekki var að ræða á svona hluti við svon sinni okkur mátti ekki ræða þetta við svon sinni hún er með drull ég skil ekki, var fólk pyrra úti því að hann sagði með brá að sjá allt í allsbyrna það ég vissi ekki að það væri allsbyrna það verður eitthvað að tala um þetta vínur sinna fólki fannst óviðandi að Arnold Schwarzenegger verið að tala við svon sinni í viðtalu að hann hafi séð tippið á hann í sjónvarpsþætti það skiptir engum en hvað var þetta ég er ekki búin að klára nefnilega Lótusinn er þetta í Lótusnum? Já, það ertu ekki búin að sjá atriði þegar með hann og bróður hans sem er bara ég er bara búin að sjá fyrsta eða annan já, sko, takk fyrir reynsti, sko, það er út að fara í veislu ég skæði ekki þættir, ég er búin að sjá fyrstu tvær við getum ekki eðilagt sig það er atriðið þarna sem ég er bara svona hvað í fjandanum er að gerast með Patrika þetta er lína við þurfum að taka þetta einhvern að ég bara myndir fyrir cast þú erum búin að horfa á þetta og ætla ég að spyrja það hvað þú þurftir mikinn pening fyrir þetta myndi að gerast hjá þér og einhverju sískinniðinu ég skilji, ok ég þarf að klára þetta, binds þetta og koma með skýrslu en talandu þætti, eru þið búin að sjá Rehearsal seríu 2? Nei, þú varst búin að benda mér á hana ég þarf að kíkja á það þetta er bara þetta er, þú veist já, bara af því að sérstaklega líka því að allt fólk sem er fullt af börnum og næri ekkert að bindsa endalista seríum og svona setji þessa ofalega sko þetta er sami og með Nathan For You en þetta var slúður og var þetta ekki bara fínustu slúður þínu bestu mólaldi í bara langa tíma takk fyrir það, thank you við skuldum auglýsingar og svo hér strax eftir auglýsingar fyrir við í Hvor er nær sem er nýjasti liður FM 95 Þetta er FM Það er ekki fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og það eru 3 í gír á þessum förstu degi og komið tími á nýjasta lið FM 95 blöð sem heitir Hvor er nær er ekki fínt að fara í handbóra núna? Þetta, við byrjum þetta síðasta föstudag ég kem með 3 spurningar ég held að leikurinn er þið betri ef við myndum senda á þau svörin þá lest þú bara upp hvað við segjum ok, vil ég hafa á þannig ég les upp svörin ok, við erum þá tilbúin með síman eitthvað þannig að þetta takk ekki í langa tíma nei, ég sendi bara spennt í chatið já, ég spyr, þetta eru 3 spurningar og eins og svona sem dæmi þá spyr ég síðast hvað er til margar fisktegundir í heiminum og strákarnir er að giska og sá sem er nær vinnur munið hvað eru til margir fiskar er það að læra á þessu? 35.500 það er hárrétt hjá okkur herru, það eru 3 spurningar núna og ég ætla að byrja hér á þessi svona, þetta er eitthvað sem þið ættu alveg að geta vitað veitu hvað ég meina? Erfitt að vita hvað fiskarnir eru margir en efa til dæmis að það eru einhverjir sem eru góður í bláu spurningunum núna í Trivial sem vita svarið við þessu en ég ætla að sjá hvort ekki verður nær þetta er svona þægilegasta spurningin, byrja á henni hvað eru mörg lönd í heiminum? Já, hvað eru mörg lönd í heiminum? Nú er sko, þú mátt ekki googla nei, ég er að skrifa spurningar niður bara ég er ekki svindler hvað eru mörg lönd í heiminum? Ég segi 100 já, þú ert að senda Steindi og við erum að segja bara einu minna ég sagt 100 Stóni ég er búin að senda á þig
Ég kom með búin að svara þarna. Ok, Steindur kom með svar. Ég er ekki hugmynd sko, þetta er ekki maður Landafræðin er ekki viðurkennu það er ekki með sterkasta lið. Nei, ég er hræðilegur. Þekkið þið nöfn á einhverjum fjöllum og eitthvað svona þegar að kera. Nei, ekki einu. Nei, er þetta ekki allt bara sama fjalli? Er þetta ekki allt bara Esjan? Var það ekki komið í ljós? Steindi heldur að séu 140 lönd til í heiminum. Egill Einarsson giskar að séu 170 lönd í heiminum. Ok, þetta er tæft. Ég get sagt ykkur það að Egill Einarsson er komið með fyrsta stig dagsins því að það eru 195 lönd í heiminum. Býttu, vannst þú ekki líka að síðast þig? Já, ég er ekki eðla góður þessu leik. Já, mér sýnist þú sterkar í þessu Steindi. Já, þú sagðir þig eitthvað galið daginn að vera að drekka 1000 bjóra eða eitthvað. Já, það var eitthvað. Já, þú gæst eitthvað ekki drukkið 1000 bjóra dag. Það er alltaf mega enga sens. Nei, bara fárun það. Það gæti drukkið 100 sko, Tommy Steindós getur ekki 1000 bjóra dag. Nei, en Tommy Steindós gæti drukkið 50 bjóra. Já, út af lífinu. Hann gæti það léttilega held. Herru, þá er næsta spurning, drengir. John Blocker Minogue. John Blocker? Já, John Blocker Minogue er þyngsti maður sem hefur verið viktaður í sögunni. John Brower Minogue heitir hann, já. Og ég spyr, hversu þungur var John Brower Minogue? Það má alltaf verið að senda hérna. Já, þegar hann var viktaður og er þyngsta manneskja sem hefur verið viktug. Ég er búinn að senda svari. Já. Ok. Hvað eru þið í þyngd núna, drengir? Ég hef ekki viktað mig lengi. Ég var komin hérna í 90 plus. Já, varst það 957 í það var þetta svaðaleg lína. Álur starfsmaður. Það var bara 957. En það var sko málið er að ég var svo vatnaður. Sendur ekki að rikka viktina? Já, ég var búin að sötra svo mikið bjór þarna daginn áður og svo vildur þú líka meina að það er með eitthvað belti á þér og eitthvað? Já, svo var ég með belti, ég var í fötunum, ég var með síman, ég var aldrei 95,7 en ég var kannski samt alveg 92 eða eitthvað. Já, en í dag svona hvað, 80? Ég er undir, ég ætla að gíska þessu undir 90 í dag sko. Þú eru bara jafn þungir. Hvað er þú þungur í? Svona flakka 88 til 90. Ég flakka svona 78-80. Ég stendi sér bara jafn þungi. Já, eitthvað slis kannski. Herðu, Steindi Junior heldur að þyngsti maður sem hefur verið viktar hafi verið 380 kíló. Þú sér það bara til Walmart í dag held ég sko. Já, það er bara sér það í krónur. Það er eiginlega bara meðal þyngd í Bandaríkjunum næstu. Nei, 400 kíló meðal þyngd í Bandaríkjunum. Nei, ok, svo rugglaður. Egill segir 850 kíló. Það er allt og mikið. Sko, þú getur ekki verið tonn næstu því. Byttu nú við. Þú getur ekki lifað sem tonn. Ég þyrfti að hafa tetta núna því hann er betri en ég starfræði sko. Hvað er þetta 500 eitthvað? Hann er 635 kíló þannig að við sýnist Egill vera nær. Nei, býttu nú við. Ég er sko, segi bara 400. Hvað sagði? Þú sagði 380. Ég var 200 kíló frá þessu. Já. Og hann var ykkur 300 tæpum. Já, því miður, ég er búin að pakka það. Og það geta verið 635 kíló. Þú sagði 380. Ég er 250 kíló frá. Já, 250 kíló. En hvað er Egill? Egill sagði 850, þannig að hann er 215. Hann er nær. Og það er bara þannig. Var ekki svo þungur. 600, ég ætla að mynda alltaf á 800 kíló. Ég sko 600 eitthvað kíló. Já, hvað er þetta þykkt í honum? Hvað er hestur þungur? Ekki 600 kíló. Nei, en hvað er hann þungur? Ég veit ekki, gisk 220 kíló. Nennu að googla henni að spyrja eiga hérna vinkonniðina. Hvað er til dæmis að hippopotamus? Bara hvað er flóðust? Þeir lóta hann á tonni. En sko, ef þú er hestur, er hann ekki alveg tonn? Nei, hvað er það? Tonn? Ég meina, hvað hestur er tonn? Það var ég í eitt sandwich. Flóðhestar er alveg 1,5 tonn. Já, ok, hann er ekki alveg En hestur, ég held að ljón sé bara svona 500 kíló eða. Ok, hestur er 350 kíló og ég er niður í eitt sandwich. Það er ekki mikið á hestum sko. Hann var helmikið þyngri heldur en hestur. Já, heila bara svo. Já, hann er miklu þingar hestur sko. Já, veistu, ég líka kemur aldrei einhver svona tími bara svona, herri, aðja, nú kannski slaka hans á. Já, þetta er alltaf, þú veist. Ég held að þetta löngu komin frá því. Hann er gott að leta það, sko, þú tónu 635. Já, herru, þá var síðasta, drengir, það er 2-0, þú getur klóraði bakkanstendi. Þú varst svona aðeins að sína smá lit í þessu, þetta er eðlilega liður. Ég er niðurlega þig og þennan fjölskyldu í þessu leik. Ég verði að taka stig. Og bara alla í kringu þið. Herru, þetta er svona kannski eina rassaspurningin. Það var eina rassa alltaf. Já, Matt Barr er með stærsta tippi sem hefur verið mælt. Þetta er góð rassaspurning. Og ég spyr, hvað var það í sentimetrum?
Var hann með að stífan eða slakur? Það er alltaf líkil Það er alltaf ekkert eðlilega mikilvægt. Ég er ekki bara að tjekka á því. Ég ætla ekki að hafa það bara í Google hjá mér. Þú verður að googla með stampín eða ekki. Ég segir bara, ég seti full. Hvað ætlar að gera Rakel kemst í það search hjá þér? Hvernig myndur þú skrifa? Hvað er þetta að googla? Skrifa bara skrifaði bara hvort að hann sé. Það skiptir ekki máli. Þetta er bara stærsti penin sem hefur verið mældur og ég spyr hvað Þú ekkert að spá er hann í sentimetrum. Ég giska, sko máli er Þú voru að senda, mástu? Já, ég er búin að Ertu búin að senda? Ég held ég takk þetta 3-0. Ég er enda ekki viss hvort að maður stífur eða ekki Þú tjekkar ekki á því Ég er búin að svara líka Vá, þetta er rosalegt. Steindi Junior segir 38 cm. Egill Einarsson segir 37 cm. Þetta er satt svo ásækjant. Hei, þetta var bara sent. Já Matt Barr var með 36 cm. Maður Það er 3-0. Shit, maður, ég er búin að Býtu, ég tekið á hann það stærri en minnsti maðurinn í heimi, Indverinn sem vorum að tala daginn. Hvað var hann? Hæ? Það er rosalegt ef það er raunin. Það var eins og að sé með hann í klón. Hann var 56,5. Það var rosalega svo mynda penisnum og þeim mestara hlið. Ildurinn er staðsýr. Hann var stærri. Hann mun alveg 21 Það er ekki það miklu Það er helviti merkilegt Shit Það var rosalegt Það var þetta on time. Hann var næstu jafnstór. En þetta er sko nú er ég svo lélur í svona sentimetrum Egill. Þú varst svo klárið þessu. Þú er búin að menta því öllu sem að kemur að sentimetrum Hvað er metrakerfið að það hefur vel í yngaþjálunum? Hvað eru að tala um bara? Ég veit við erum ekki mynd. Gömlu góður reglustykkjunni sem er 30 cm og varst í skóla. Já, þetta er 6 ón á gömlu góður reglustykkjunni. Já, ég get alveg staðfest Muni eftir gömlu góðu reglustíkunni. Já, ég man ekki eftir henni. Notar hann ekki til að gera línur og blöð og svona? Jó, en þú veist, ég man ekki skýrt hvernig hún var samt en Ég man alveg hvað hún var stór. það væri betra ef við myndi benda okkur hérna inn í stúdíunum. Já, sko Já, þetta er svona. Sko, eitthvað sem Steindi getur bara tjekka þenninni. Er þetta ekki bara Sko, A4 blað er 30 cm. Já. A4 og svo bætir við. Já, þetta er eitthvað svona, já. Hann er bara eins og þessi gæði hann, minnst í gæði. Ég held að sko, það sé bara hrikalegt að vera með þetta. Já, ég veit ekki bara, Það er bara Það er eins og Þetta er alveg vesen maður. Bara áhrif 0. Það er gamla góða Hvað er bara áhrif 0. En að googla fyrir mig þarna í gerðarkendinni. Hvað er bara svona venjulegur hestatitlingur langur? Það gerður ekki Sko, hvað er aðeins bönn í bílnum gerfingindin alltaf sko, hún hérna Jú, það er ekki Ég er að passa hvað ég er að drepa mig síðast segðu það bara horse Ég spyr hún allir með hestatitling Nei, það segir bara male, horse Þú man allt Ég myndi ekki spyrja hana Þetta er líka bara komið nóg á tippum hérna í þessu Við ætlum að hendi eitthvað gott lag og svo er spurningkeppni Gilsarans hér eftir smástund Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Það búið að vera mikið glens og gaman 3 í gír, drengir og Alveg ruglaðir alveg brjálaðir Nú er komin tími til að aðeins að dempa þetta niður og fara í spurningakeppni Gilsarans Þetta er nú ekki þroskaðast í liðin okkar hér Og þetta er niður Helmiðlega að fara bara í sturlaða staðarindir Já, við erum ekki að dempa þetta niður núna Það steindi með þar að getur verið eitthvað skýtnar sko Nei, það eru bara góðar Svo reyndar hefur alltaf verið regla hjá mér að vera með sturlaða staðarindir strax eftir spurningkeppnina Þá læri fólk aðeins og reyndar er fólk líka að læra í hvori nær eins og núna vita kannski ára ekki allir sem vissi að vera 195 lönd til í heiminum Nei, eða stæðsti sprellins 36 en sko, ég var líka til í með minn lið hérna eftir sturlaðar staðarindir að þú svona rankir þetta svolítið segir mér eftir þetta, herru, já, ég ætla að gefa þér það Ég skal gefa þér einhvern og ég ætla líka má ég vera svona, þú veist, leiðilegur og segja bara, ég er búið með þessa, ég hef sagt þessa viltu ég bara þegi og það ég bara þátt í Nei, þú mátt alveg segja það en þá náttúrulega veistu í rauninni svarið að þetta sé ekki hrossaskíturinn en þú mátt alveg segja það Ég er náttúrulega búin að vera með hennar lið í 14 ár sko. Já, og ég geti verið að nota ykkur aðra síður samt. Og þessi liður, ég er ekki að grínast þannig að við hjálpað mér í bara eins og Besserwisser og Trivial og svona
Það koma svo mikið á svona spurningum í, þú veist, þegar menn eru að búið til svona spurningapill. Já, íspilnir var fendir og bíflög geta verið graða. Það læra mikið á þessu. Það var þetta rosalegt þegar googluðu það svo, þá var vist ekki alveg staðfest að allir íspilnir séu örfendir, sko sem ekki rand. Ég get alltaf að votta það þegar ég googlaði insane facts og kíkti á einhverju fyrstu 3-4 síður, þetta var mjög vafasama síður. Já, en hvað hef ég allt út í pop-up gluggum og trójahestum og hvað hef ég að pakkaði saman samt í þessu? Hvað er oft sem þú er alltaf að googla og svona koma með fyrir kattanef og... Já, ég meina ég örugglega flest að það rétt. Já, herðu, Egill, hvað er áttur í, já, hvað er King of Hangover? Út af þessu mikið framöndun Íslandingum og það er grill og það er úti átir og hitt og þetta. Þannig 8 spurningar, hefur vaknað þunnur og staðan fyrir að vera áfram þunnur fengið þér a beer. Já. Vel gert. Vel leist þarna hjá okkur félagunum. Þetta er flokkar sem tenging. Já, tenging. Maður gerir það nú yfirleitt alltaf, sko. Maður fæst alltaf einn viðgerðar, sko. Já, en sko, þú getur ekki kallað það tenging hvað þú ert búin að borða á milli. Nei. Þetta þarf að vera í raun að fyrsta sem þú færið þér. Þá búin að eyðileggja það. Sko, ef þú ert til dæmis eitthvað stærra erlendis og ætlar að tengja, þá ertu að fá þig bjór áður að færa morgunmat. En þú fer hvort er alltaf að veitingast að þú vaknar, fer svo bara út í lunch, pantaðir bjór og mat og fær bjórn. Það er rétt. Þannig að þú ert alltaf tengdur. Já. En sko, ef þú ert heima hjá þér, vaknar eftir eitthvað smá skrall og þá færðu nú bara einn heima og ert ekkert eitthvað að tengja beint og færðu kannski bara einn svona mikið þessa lendingu. Já. En það er líka langt bestu þinguna mína, það er ef ég er að tengja, sko, viðbjóður. Já, eftir það svo. Já, ég er að reyna að hætta því. Sko, nú þarf ég að útskýra sko, ég er að fara að leika svolítið svona, veist, til þess að þið fatti hvað það er að meina. Hafið það gert þetta að fá það punkt? Hafið einhvern tíma sérst, þú símir hringt og þegar verið Halló? Feskur, en þú? Ég er mest að nota orðið feskur. Já, ég veit ekki nákvæmlega. Já, ég hef gert þetta nákvæmlega svona, já. Ég er bara svona milljón sinnum. Ég er ekki að grínast. Í dag myndi ég ekki gera þetta. Ég ger þetta ekki á ykkur. En maður gerir þetta samt ef ykkur ringir þú sem maður er ekki alveg í instaring, sko. Ef maður ringir einhver núna í dag og ég er að deyja og þingu, þá bara svaraði ekki. Þá sendi ég bara hægir og fundið eitthvað mikilvægt eitthvað svona. En bara fyrir ég bjó á Súlinesinu í eitthvað 7 ár og ég var bara einn heima átti hvorki konunni í fjölskyldu og að vera að ringim og ég vissi bara ok, það er ekkert eðlilegt, ég sé bara þunnur þetta núna heima bara á miðvikudegi eitthvað, þá var þetta alltaf svona Hæ ógeðslega falskum Hæ, ég er nýri vinnu. Hvað segirðu? Já, svo skelli ég á og fyrir bara í póstustellingu náttúr. Þannig að þetta er alltaf stig. Það eru punktur að báða hana. Hefur þú mókað innkeysluna þunnur like a real man? Jeps. Ég veit ekki alveg hvort maður hafi verið þunnur en það hlýtur eiginlega að vera. Maður hefur mókað innkeysluna. Já, meina þú ert alltaf þunnur? Það er bara skóplu og mókar. Já, ég hef aldrei fengið vídeo þegar að móka. Ég fengi vídeo að blöða að móka. Hver ætti að senda þig vídeo? Ég er ekki með gögn af því að móka. Nei, þetta er gögn af mér. Já, en ég er náttúrulega að fara að móka. Annars kemist maður ekki inn eða út. Er ekki hitið hann í innkeysluna? Jú, en þú veist, þetta er maður mókar alltaf, skilur gang þú getur lappað upp að hurð. Ef að snjórin líka er blöytur eða alveg púður snjórin, þá er þetta ekki sem það leðilegt. Svo þarf maður líka feel like a man. Já, svo þarftu líka þú veist, maður er í kortir að þessu, sko. Svo þarftu að móka frá húsinu líka allar hringin. Já. Af því að annars getur þetta snjórinu má ekki liggja bara upp við húsi endurist. Ég held ekki. Þetta er punktur á mig. Já. Sko, ég myndi ekki vilja ef ég var í hús. Finnst þið líklegt, Stóni, að þú hafið eitthvað mókað? Já, mér finnst alveg mjög líklegt. Það hefur verið mókað eftir það þunnur. Ég er ekki ír. Hefur verið þunnar á salerni í rólegheitunum að hægja þér og svo öskraði einhver á þig hvort þú verður ekki að vera að koma? Nei, það var ekki þunnur þarna. Nei, var ekki mánudagur og eitthvað. Mánudagur? Þunnur á mánudegi. Þetta var ekkert eitthvað þingutengt, þetta reits þitt. Þetta var bara vinnutengt. Við varum bara í vinnunni hérna og ég fer á vinnuklósett með fullt af básum og fullt af fólki og trafík. En það er samt sko Steindir samt er bóttið lent í þessu. Ég er svo oftur ekstar ellendis bara og hann er lengin á klósitið, hann er ekki eins og að gera neitt og þá er ég oft bara bankað bara herru Steindi og drullakur. Blöðarinn hikar ekki að banka á aðra á klósitið og segja herru, eftir ekki þetta koma og við erum að fara að byrja samtal og þá siti ég í þögn. Þú segir aldrei neitt? Nei, ég þykist bara Jú, ef við erum tveirinn á herbyggi þá er alveg sagt, já, ég kem bara að fara niður. Já, inn á herbyggi er svona, en
ef þú gerir þetta svona public closetum þá vona ég alltaf að ef ég þegi að þú heldur kannski hann er ekki inn á þessu closetu ég er bara að tala við einhvern þjóðverja eða eitthvað Herru, slökum aðeins á Hvað er þess að við sé alltaf að elda þig á closet á einhvern almenningssalinn Þetta er gert einu sinni Nú að fara að gera það sko Hann er bara eitthvað rugglaður Nei, þú hefur oft Það talað sé við bara mig alltaf að gerast Þú hefur oft kallað á mig þegar ég er á closetinu, ég sverða Ég kannski spurt í AC hvernig gengur Hvernig gengur Það er ekki verið Hvernig gengur? Þá er ég að tala bara í rúllettunni Ég er kannski blackjack Situr þá bara Þú veist Þú gler heldur þér Það sem er rugglast við er náttúrulega að fullorðið maður A er á klóstinu og fullorðið maður B er fyrir utan og er að tala og segja hvernig gengur að það kemur ekki núna bara og fullorðið maður A er á klóstinu Ég er það basically að tala þá er ég kannski bara í pissuskálinu ég er sjálfur á klóstinu Ég veit það Það er náttúrulega alveg ótrúlega sko ég byrjar að sjá alltaf meira og meira Steindi fann að íkja rosalega sögur um mig og það er alveg sama hvað er núna er ég bara eins og ég sé eldan og almenningssalinn allan heim og öskra Manstu, ég fekk að öskrin á mig upp á sín sko sem ég held að væri bara safe space og þetta er bara vinnufólk En farið ekki punkt þarna Hefur þú stundar samlíf þegar þú tönnur? Já, mjög oft vel Hvenar? Hvenar? Það er eitthvað rugl Nei No Hvenar? Já, hvenar síðast? Það kemur þið bara ekkert við Það er svona að færa það frá skaftið hérna maður Hvernig sem bara síðan hvenar síðast Hvað er maður að svara því? Nei, þetta er bara punktur Þetta hefur gæst Mér finnst bara skemmtilega að koma follow-up Já, Fólk átt að hugsa Fá okkur svona nánara Ok, fyrir við ekki til Ég er með þess að manna ekki eins og held ég Og samt til bóði punktarna sko Hefur þið bent á titlinga þunnur? Ég held að þessi væri að fara Þú spyrir að drekka og baður Er þessi ekki að fara að hægt? Drekka sem báður Er það ekki? Nú gáttu gamall og það var baður Jú, ég var að byrja að drekka sem baður 100% þunnur nefntum en það ekki Það er ekki fræðulegur að kemur þunnur einu sinni vinnuna Þetta er bara svo nafn á æfisöðinni Ég var að byrja að drekka sem baður Það er þess að Steinbár svo Þú varst alltaf þunnur í vinnuna Það er 100% Já, þessum aldrei potið Með tyggi og hann að benda þetta til Það var líka fint Nei, það var bara ekki þannig Þannig að ég er ekki að fá punkt En þú hefði getað sagt þegar þú verið þunnur í vinnunni eða eitthvað annað Talandi hérna útskriftuna hjá Bergþóri Sinna Sveppa Ég var að spjalla þarna við drengina sem voru þarna allir saman eitthvað og þeir voru allir að útskrifast á Vestló og ég var eitthvað óskændilega mikið og spurði hvernig hefði verið í útskriftaferðinni og þá veist alveg geggja, fóru til Krítar held ég og voru að segja voru í 10 daga og voru bara svona, já, við verðum að viðurkenna það maður er nú aðeins að eldast á 9. degi var ég alveg til í að fara heim og ég er bara svona, á 9. degi prófaði 3. degi eftir nokkur ár, þá langaði heim í fósturstellingunni sko. Þeir voru að tala um að þeir var að eldast að þeir höndluðu ekki lengur meiri 9 dagar Þegar við kláruðum MK úrskipta fyrir nokkur á Portugal 3 vikur Já, bara Sleftum ekki 1 degi, 3 vikur Krakkar dag er ekki breyk Já, sko, 9 daga í röð Það er eitthvað sem bara við gætum ekki Nei, þarna ég bara physically gæti það Þessum aldrei Já, það var léttar að það Þannig að, Stóni, það er ekki punktur á þig? Nei, engin punktur, alls ekki Hvernig er slagan í þessu? 4-4 Fullt af punktum Það er líka hangover Þessi líka seasonal keppni við myndi halda sko Hefur meiri áhuga á blöðurum þegar þunnur versus ekki þunnur Voru við ekki að tala um að það væri einhverju krakkar í bílum hérna? Ég er ekki að segja þetta mikið náttúrulega, bara aðeins meiri en þegar að Mér finnst líka ekkert verra en þú segir blöður sko. Það er hræðilegt Komum aftur í kallandi punkturins Það er bara hræðilegt Það er líka 17. júni Tekja bara faðir maður Það er 17. júni Þú fengið punkt og þú ert ekki endilega blöðurkallblöð og þú ert bara pingum meira áhugaðum þegar þú tönnur það er döða að fara upp á punkt, myndi ég segja Ég bara get ekki svarað Ég bara hefði ekki í mér að koma svarinu mín út Það veit ekki Ég ætla að segja bara Það getur enginn svarað þessu I plead the fifth Ég get ekki setið hérna og sagt bara Já, það er aðeins mögða Ég bara glimt þessu Það er hold against you Það er eilífu Ég neita að svara þessari spurningu Steindór
Ég tek undir hvert einasta orð þeir blöð. Þá er þetta loka spurningin. Það er alltaf rosalt að það er X í þessu. Þessi verður aftur 100%. Getur aftur næstu viku, þessi vegna. Var þetta síðast það? Nei, eftir. Hefur lífgáð upp á þinguna og beðið frúnum að pekka þig? Herri, jæja, þetta var ekki dött við Ekki reyfa punkt þarna. Nei, þetta var flott við Það er skuldum jafntefli. Jafntefli 4 skuldum auglýsingar og hérna ég get líka bara hjálpað hann með svona næstu spurningakeppnir þetta pekk, við erum ekki í því það er alveg sama hvað séum þunnir eða hvort það sé bara ammali eða sama hvað það Ég ætla að ná því upp ykkur. Við skulum freka bara láta þið vita Ég skal láta þið vita ef þetta gerist og þá getur þið sett þetta inn en þetta var spurningakeppni Geilistarans og ég byrst afsökunar á henni FM 957 Þetta er á FM 95 blöð hér á FM 957 og það eru merkilegir hlutir að gerast hér í stúdíónu, FM stúdíónu því að það er komið að sturgluðum staðröndum en ég er ekki með sturglaða staðröndir í dag þetta hefur heldur gerst einu sinni áður í þessum þætti þá var við svissuðum allir hlutverkmunni og það er Steinþór Hróar Steinþórsson óttaskallaði Steindi Junior sem er með sturglaða staðröndir í dag Akkurat og hendir í, það var einn rosaskítur eða hjá þér eða ekki? Það er einn rosaskítur og ég er með þetta hérna klártringir og ég bara get ekki beðið til að fara af stað með þetta Ég er að vona að sjá að koma einhver allar sem ég hef ekki heyrt Það er svona, það væri a pleasant surprise Það væri skemmtilegt Herru, hefur ekki bara byrjað þetta? Jú Herru, það eru sturglaðar staðreyndir og ég fekk heiðurinn að vera með það í dag smíða þetta fyrir PSA hérna fyrir 2 vikum og hér koma þér og þú ætlar að gefa mér einhvern hvernig stend mig með þér, hversu góðar þær voru Herru, ok, sturglaðar staðreyndir fyrsta sturglaðar staðreyndin í minni það er hrossakítur þannig að því þurfa að vera á tánum Kjálkinn á flóðhestum er nógu stór að passa sportbíl upp í hann Það er ekki eftir það Já, það held ég að blinga Ég held að hann að byrjað á Sportbíl Hann ætlaði að reyna svona Ég veist ekki klipið melónu nokkuð þægilega sko Melónu? Það er sko mannfólk sem getur gert melónu Ég hef ekki séð þegar þeir taka svona risa melónu í einu bita Það er ekkert mannfólk sem getur tekið melónu Það er ekki sportbíl sko í einu bita Það er Ég held að hann að byrja á kjartaðanum manjör til að enda að pakka okkur saman með því Hann ætlaði að reyna að vera sniður Ég held líka því að hann var að reyna að semja þetta á síðustu stundu Ég gef ekki þetta Eitthvað svona barnasportbíl, jú Ég bara Þú ert að tala venjulegan bíl Þetta er að virtri síðu Ég bara segja ekki neitt Ég gef ekki hroskítinu upp Herru, það var að önnur spurning Það er hins vegar dýr sem ég myndi ekki nenni að hafa að elda mig Flóðhestur Nei, þetta er löpa rætt Og það er, ég held að þeir eru með eitthvað mesta death rate af öllum dýrum held ég fyrir utan svona snáka og flugur Það moskító Alltaf reyðir í vondur skrapi Stórhættuleg Reka við með mununum Herru, nú 2 Það tækir 19 mínútur að hrapa frá norðupólum til miðpunkts jarðar Þannig að þú verður á norðupólum og myndir hrapa í lausu lofti alveg bara svona to the center of the universe Mega sens Hérna í jörðinni, skilur hérna 19 mínúta En það er líka, ég held að sé eitthvað styrlu staðrætt að keira út í game myndi bara taka þig eitthvað 10 mínútur sko Það? Maður gæti bara kert ánga Þetta er góða móli á Stóni Já Það var næsta Sko, þessi hérna er rosaleg En kraftmesti rússíbani á jörðinni Þú ert áhuga maður rússíbana? Já, ég er það Þóri reyndar ekki dýða lengur En ég er áhuga maður Hann heitir Tower of Terror Og er í Jóhannesborg í Söður Afríku Og þannig að hérna þegar þú kemur niður hvernig myndi ég orða þetta, þú kemur niður í droppið fattar þú ert að droppa í honum og segir bara það rússíbani fyrir niður þá er fólk að upplifa sama kraft og er bara hjá G-Force bara þóttu bara þú veist þetta er sko svona, þetta er bara þannig kraftur þegar þú fer niður Sam og í hérna í herþóttu G-Force of 6.3 ég veit ekki hvaða nákvæmlega 6.3 það er twice the G-Force of the Space Shuttle launch Þetta er hann að við hefum aldrei farið gaman að fara með því Tower of Terror Ég skal gefa það að þú ert að koma með eitthvað sem ég hef ekki komið með En ég myndi ykkur stráka, myndi þið þóra allir með síðan á rússíbana? Já Ég myndi líklega þóra þið Þetta er stæðsti rússíbani í heimi, kraftmesti Ég myndi ekki nenni hann einn og myndi ekki nenni að vera þunnur Það mest alltaf hrikalega myndaðar þegar það taka myndir að þegar the G-Force er alveg í botni sko Síðan nærði hann að niður í selja hann á $12 og hóla bara út
Svo trúður á henni. Ég menna þeirra kraftmesti, sko, húðin finnast í andlituna. Ég held ég þannig kraftur. Ég held ég alltaf keypt þessa myndi sem að fyrir í þetta drast. Já, ég safna svona myndum að Sigrúnni. Alltaf því ég sé einhvern með páagauka eitthvað, beði alltaf að setja öxlina á að taka mynd. Hún þólar þessa myndir ekki, já, svona 30 svona myndir, sko. Herru, það var næsta, börn fæðast með 300 bein, en þegar þau verða fullorðin, þá eru það aðeins með 206 bein, af því að beinin gróa saman. Já, þetta vissi ég. Þetta vil ég sé. Heldur þetta sé hrossakítur? Þessar sturlaða staðnindrið þar, þetta er allt svona bara eins og maður sé í svona skólabekk. Já, ég meina það er bara... Hann er að fræða. Þannig eru sturluðu. Það ætla að gera það við Peter Jovan eða samtið þetta. Já. Kettir geta lesið næstu hugsun hjá mannfólki. Því basically að þessuna geta alltaf verið einu skref á undan. Þú veist, það er náttúrulega bara að þið eru svo snögg. Ég ekki bara góður að lesa leikin. Jó, en þeir lesa geta lesið einhverja sekundur inn í sem að blösi núna að hugsa ok, ég ætla að gefa þessu ketti Kötturinn veit aldrei hvað ég er að hugsa. Nei, ég ætla að gefa þessu ketti mjólkurskál eða eitthvað. Þá veit kötturinn að þú veist áður og nærði skálinn og veit hann ok, hann er að fara að ná í mjólkurskál. Hann er búin að lesa hugsun þína. Er ekki fættir í gær? Fíliði ketti? Hafið átt kött? Nei. Ég er náttúrulega átt fullt af gældurum, við átt 3 hunda, ég hef aldrei átt kött. En það kettir eru náttúrulega, skiluru, náttúrulega innikettir, fólk er náttúrulega mikið með inniketti. Þá er þetta kannski svona, ég myndi ef ég ætti kött, þá myndi ég vilja hafa innikött. Ætti maður að fá sér kött? Þannig að þú vilt ekki fara út og fá sér fast loft og... Nei, ég myndi vilja hafa, ég vil gælu því sem er hjá mér og nennir að vera hjá mér, fer ekki bara ykkur, kemur bara heim og geta og fer og strút, þannig að svo ykkur vandráðugur. Sko það sem ég fíla við ketti að því að sýsti mín ákvæðtu, ég hef aldrei verið eitthvað svona að hættu köttum að ef þú sýnir þeim ekki ef þú nennir ekki verið í kringum kött þá kemur hann og reynir að vinna þig yfir, það er úksla fyndi. Köttunum fer til manneskjunum sem nennir ekki að hafa hann í kringum sin og ég fíla það, að menna hundurinn stekkur bara til allra. Ég hugsi ég fá mér hund frekar sko. Já, ég líka. Herðu, þá var næsta leikarinn Roy Schneider. Ekki Rob Schneider, heldur Roy bróðir. Nei, Roy Scheider. Scheider, okay. Já, hann er þetta er aðaleikarin í Jaws. Myndinni, munið eftir henni. Já. Rosaleg mynd. Gekkju. Já, bara tímamóndamynd. Og hann improvaði, línan í myndinni var spuni frá honum þegar hann segir We need a bigger boat. We need a bigger boat, það er rétt. Úr kvikmyndinni Jaws. Það er rosaleg lína. We're gonna need a bigger boat. Og leikstjórinn hefur sagt síðan kött og sagt takk, við höldum þessu. Takk. Já, þetta var ekki handriti. Nei. Það er önnur svona hérna því að það var fleiri movie buffs að hlusta að hérna í Goodfellas þegar að Joe Pesci og Robert De Niro hérna Ray Liotta fara heim til mömmu Joe Pesci, hann veist náttúrulega bara Goodfellas er einu af mínum uppáhaldsmyndum. Það er geggjumynd. Hún á topp 5. Geggjumynd. Martin Scorsese, mamma Martin Scorsese leikur mömmuna í myndinu minni með frekar en mamma einhvers leikara. Það var ekkert handrit. Hann sagði bara, herðu, ef þú væri að fá hérna 3 mafjósa og svonuðin var í mafjósi, hvernig myndir þú taka mótið, hvernig myndir þú fjalla og það var bara sett upp kamerur og þetta er allt improv. Og það er sturlað þegar þú horfir á þetta vitandi, það er ekki búið að ákveða eina línu þarna þegar þú eru að hitta mömmans. Það er ógeðslega töff. Út líka með rosalega leikara sem geta svona stýrt senunni svolítið. Herðu, hérna það var næsta elsta dýr í heimi sem er skjaldbaka er 192 og heitir Jónatan. Jónatan? Þetta er ekki rosaskítur, það er verið mjög gamlar. Það er verið heldur gamlar. Og ég held að séu skjaldbökur og hákallar voru til og undan risaðlum. Já, það er rosalegt. 192. Já, til lukkum með daginn, Jónatan. Já, og það er rétt við þér. Þetta er sko, það eru 230 miljón ára gamlar. Já. Skjaldbökurnar. Herðu, hérna næsta górilla, silfurbakurinn, getur lyft 1763 pundum. Já, sterk. Það er hvað, tonn, meira? Það er aðeins undir tonni. Nú var mikil umræðum daginn. Við fórum reyndar aldrei yfir þetta. Já, hver myndi vinna í slag 100 menn eða einn górilla? Hvað, hérna, myndi þið segja þar? Ég held hún myndi labba í gegnum þessa menn bara svo
Þeir myndu bara kastast á þessu flugur. Þannig að 100 menn ættu ekki séns í hana. Ég held að svona 20 menn getu yfirbúða górul. Nei. Jú. Ef þetta voru 20 UFC-bardamenn þá getur við yfirbúða górul. Hefur þið séð svona górilu? Já. Ég veit alveg hún er rosaleg. Þeir gæti ekki hangið inn. Og maður hlaupa bara í gegnum alla bara. Þú er bara svo keilukúla bara. Já, ég er á því. Górila myndi vinna 100 menn. Það eru sömur hefðveitgæjar, bara eins og Tom Aspinall og hreiri, sem getur rota górilu. Ég meina ef allir væri svo The Mountain, þá kannski eftir komið með eitthvað fræðið. Þetta er venjulegir 100 menn. Ég held að sko, þeir myndi aldrei ná takja á henni. Það er ekki fræðilegur sko. Hvað, allir að stökka og heldur að hún standi þá bara górila. Sko, simpansi getur rifið handleggina til þér og þægilega. Þetta er górila. Ég held samt að 20-25 gæjar getur alltaf yfirbúða. Það er að tala 100 sko. Það er ekki bara henda 100 mönnum inn í Það væri agalegt. Dörti, bara dýra nýð. Tjekk og bara Það var viðbjörn. Það var agalegt. En munið, það fór alltaf hliðina með þetta. Það voru allir að tala um þetta. Ég elskar þetta skemmtilega pælingar. Já, fíla þetta. Ég held, ég og Egill erum á því að górilan myndi taka það. Herru, það er byrju síðasta. Tennur er eini partur á líkamanum sem getur ekki gróið sjálft. Þarf það var til tansa. Já, þetta veit ég veit hvað er kjaftaði. Það kemst ekki sportbílinn í munnin á flóðhest. Það er allavega mitt. Hvað ætlað þú að segja, Egill? Já, þetta er flóðhesturinn sko. Ég meina, hann gleypir ekki bíl. Nei. Báðið þar? Já. Það er rámt, hrossaskíturinn er að kettir geta ekki lesið hugsanir. Þetta geta það ekkert, ég sagði það líka. Hvernig getur flóðhestur gleypt sportbíl? Já, það eru nennu aðeins að heyra í vingun okkar í AI. Getur flóðhestur gleypt sportbíl? Það er bara, meikar engan sens. Sportbíl er stór. Hann kemst allavega inn í þetta stúdíósteindi. Það nefn að segja eitthvað tiny sport, svona barnasportbíl. Max sportbíl þá eða? Nei, flóðhestur getur ekki gleypt sportbíl og svo setja svona grenjandi og hlátri. Tveir hrossaskítar þegar í dag. En þetta er á síðunni. Flóðhestur getur opna munn sem er yfir 1,2 metrar á breidd. Ok, en þetta stóð á þú ert á einhverju ef hann getur opna munn 1,5 metr ef það er eitthvað sportbíl sem er 1,2 það er lítið bíl það er eitthvað pínir sportbíl það gæti kannski sett Fiat upp í sig en býðu nú við, bíl, sko að þú ert fyrir framan bíl og prófar að mæla lengdina, hann er ekkert mikið stærri en breytti líka sko kannski er þetta út af ástæðan þetta er rétt ef þetta er svona sportbíl sem er svona frekar hérna eiga grænni á hlátri samt sko síðan en síðurnar Já, ég held að það verið 2 hrossaskítar í dag að Ketti lesu hugsanir og ég held að flóðhestur geta ekki gleypt sportbíl með fullri virðingu fyrir flóðhestum fyrir síðunni. Herru, ég ætla að gefa 8 fyrir þetta. Það var ekkert aðeins. FM 957 hér á FM 957. Það er föstudagurinn 20. júní og þetta er næst síðasti þátturinn af FM 95 blöð fyrir sumarfrí og já, eins og alltaf tökum við frí út júli og erum mættir verslunum hana helgina. Ég held að séu svona flestir okkar hlustendur farnir að kannast við þetta allt saman en blöðkastið fer ekki frí? Nei, blöðkastið er allan júli. Það kemur þáttur á þriðjutum alveg saman hvort það sé þjóðhátíðardagur Íslendinga eða aðfangadagur eða nýjársdagur eða gamlársdagur. Það er alltaf blöðkastið á þriðjutum allan ásins hring og við ætlum að fara núna í lið sem að er búin að vera í smá pásudrengir og hann heitir Syngdu lagið og þetta er á ensku núna því að Egill meina að þá eigin meiri sens Ég samt stendir klálega miklu líklega. Ég veit það ekki sko, ég er ekki glimskratti á tónlist. Þeir eru þetta báðir hræðilegir. Já. Það verður bara viðkennast. Það er líka, ættu okkur sér skoða, hvað sér þetta ekki, fara ekki í hérna liði, þetta er gaman á hann. Koncept bara. Þetta er ekki flóki, ég er með 3 orð á ensku hérna fyrir fram að mig, strákunni fá 1 mínútu, það er ekki nóg að segja hvað lagið heitir, þeir þurfa að syngja partinn með orðinu í. Er ég ekki fæði ekki punkt fyrir hvert lag sem að, þannig að það er þetta að fá ég fleiri en 1 stig og ég ætla að gera þetta ná 1-2 punktum. Já, ég ætla að setja klukkunni í gang. Þetta er mínúta drengir, allir tilbúnir. Syngiði lög með orðinu party í. Party if I want to, that's the party and a party I want to. Party till I die, it's my party and I die if I want to. Já, þetta er báðgóðum punkt, þið byrja þetta vel. Drop it like it's hot, roll to the body eitthvað Þetta ekki drop it like it's hot með Snoop Don't stop the party, það er rétt Egil er komið 2, hann er komið yfir Ég kom í gír Þú ert í sóni, það er hálf mínúti eftir I like to party
I like to Party. Nei, I like to move it. Eða þú fannst með, hörðu, hætt að breyta. Mínus að breyta lagið. Nei, hann var ekki að gera það viljandi. It's party. Þetta ekki svo algjör, maður fattar núna. Þetta ekki því sem mörg lög. Nei, en þetta var ekki Drop It Like It's Hot. Nei, það ekki. Party. Og þeir að falla tíma, það 2-1 ragli. Þeir að gleyma einu þetta alveg rosalega, 2. Og það búið. I like to party. Yes. Þið glemdi þess Party in the USA með Miley Cyrus. Þessu Party in the USA. Og svo hérna sem ég var að hugsa okkar bestu menn í Beastie Boys í Dalinn. Já, ég satt ánað með bara komin yfir. Mjög ánað með það. 2-1, já, ég ætla að gefa ykkur það. Þetta var betra heldur en ég bjósti. Já, ég fíla það. Þá það næsta og þetta eitt bara algengasta í lögum. Það samt að segja erfitt sko. Þú varst líka með einhvern daginn, þetta í öllu lögum og þessi ekki neitt sko. Allir tilbúinir. Þetta bara orðið eða stafurinn I. Byrja. I just heard The news to the rétt. 3-1. I wanna love you. I wanna love you. 4-1. And 4-2. I am. Nei. Hætt að búa til I am. Ekki láta hann trufla þig. Þetta ekki því sem mörgur lög. Big Dick Man. Hvar kemur það? Mást ekki? Já, hann segir I'm. I am ég geður þetta. 4-3. I'm a scat man. I am a scat man. Ok. 4-4. Ég bara í 90s lögum. Egil, þetta alveg tindur á það. I wanna hold you so much. I will always love you. Það komið. I wanna hold you so much. Nei, það var það sko. Ég var búinn að fá það lag. Og þetta búið. I love rock and roll. Það spenning þessu drengir. Mjög spennandi. Það 4-4. Yes. Og 1 orð eftir. Tilbúinir. Hvað með eitthvað auðvöldara? Ég sko, það bara hver sneggri núna því það eitt sem að þið hljótið hana bara strax. Tilbúinir. 1, 2 og við erum að tala orðið Day. Day. It's a beautiful day. I like this day. I like this day. Hætt að búa til I like this day. Hætt að búa til til. Ég hann að finna þetta. A day. Strákar, þið hljótið með meira en eitt að það. It's a beautiful morning day. Má vera partur á orði? Nei, bara It's a day. Ef má vera Monday. Day in Monday. Var það lagi? Nei. Samuð það, ok? Gefum það ekki. Day. It's gonna be an awesome day. Nei, þetta hægt að búa til Þetta Robbie Williams. Þetta ekki eitthvað? It's gonna be awesome day. It's gonna be an awesome day. Líka bullið, býpa eitthvað til. Þið alveg bara meitt lag? Nei. Green Day. Hvað algengasta lagi heimi? Hvað fyrsta lagi sem var eina lagi sem var sungið á tunglinu? Nei, ekki Rain Over Me. Sem var sungið hvar? Sungið á tunglinu. Á tunglinu? Já. Kallin á tunglinu? Nei, bara á tunglinu. Skemmtist það bara Happy birthday to you. Svo við með hérna It's such a perfect day. It's a party and a day if I want to. I'm glad I spent it with you. Herru, Egil vann 5-4. Hann er aldrei Hefur ekki alltaf vunnið í þessu leik? Nei, ég hef aldrei vunnið í þessu. Og svo náttúrulega Have a nice day með Bon Jovi. Þeir erfið erfið orðið. Það var helvið erfitt maður. Ég spurði bara, ég baði algengustu orðið. Það var þægilegt. Veist hvað í mörgum lögum? Það í mörgum lögum. Það gerir þetta svo erfitt. Hvað náðu þið? 2 stigum þar? Já, ég kosti ekki að blaða það held ég. Nei, þetta var dagskrárliðurinn Syngdu lagið. Hér eftir smástund ætlum við að fara í klefa sem að Steindi og Pétur Jóhann tóku upp þegar þeir voru bara 2 með þáttinn. Þannig að, já, Pétur og Steindi þeir eru bara með næst yngum. Já, ég ætla að vera heiðalegur. Ég man ekkert hvað við gerum. Við vorum alltaf með Gjallahorn, hann tók að með sér. Þú manst ekki eins og hvað þú gerir í gær? Ég bara veit ekkert hvað klefur að koma. Hér eftir smástund klefið með Pésa og Steindi. Tónlistarstöðin. Þetta FM 957. Jæja, elsku vinir, við Pétur mættir í klefa hér aftur. Ötti blöð opnar alltaf FM 95 blöð með ykkur hér á FM. Hér á FM.
Við erum þetta félagarnir og komum í klefa. Já, það er rosalega fínt, Pétur. Við erum bara tveir að snáðast eitthvað í klefanum og þetta er helvítið þægilegt. Já, þetta er huggulegt. Þetta er huggulegt. Ég tók með mér náttúrulega grimbapókana eins og framöfu koma. Já, við erum búin að fara við grínbapókan. Það er gult öryggisvesti, prumpublara, gjallarhotn og það er alltaf í pókanum. Ég er með gjallarhotn í þetta sko. Má ég aðeins heyra í því að því að þú með pælingu, okkur langar að fara að gera eitthvað með þetta? Já, þetta er náttúrulega. Já, komið þess að. Þetta er náttúrulega rosalegt gjallarhotn. Já, þetta er geðvikt. Þetta er svona. Þetta kostaði líka. Já, þetta er rándýrt. Já. En mér datt í hug hvort ég mætti gera tilraun. Heldur betur. Hringja eitthvað að handahófi. Já. Og svo set ég gjallarhotni alveg upp að mikrofóninum. Og tala svona í gegnum það sko. En ertu þá basically að ringja sko, ætlar að segja og setja ringju og gjallar, þetta er sko sími sem er líka gjallarhotn og jafnvel líka ristavél og lesgliru, eða er þetta bara... Ég var ekki búin að ákveða. En mér langaði svolítið að gera góðan daginn, en mér vantaði... Já, það er alltaf... Þetta er vanhugsað sko, en þetta er eina pælingin. Ok. Eina pælingin var svona þessi fítu sinna. Já. En er það ekki svolítið gott hérna, því að hérna, sko, dýrahald er að leita eftir beitarhólfi fyrir 4 hross. Já, mér líst vel á það. Og þannig að það er sko einhver að leita hann, að þú getur sagt, þú veist, hérna, ég er með þetta fyrir þig, þetta er náttúrulega... Svo getur þú verið að leika. Ég ætla að hringi þetta, sjá hvað. Þetta er náttúrulega eldgamalt bændablað sko. Já, ég ætla að hringi þetta núna, sjá. Sem að gera þetta. Halló. Góðan daginn. Hvað segirðu, hvað er að frétta þér? Halló. Já, hvað er að frétta þér? Allt gott bara. Er það ekki það, hérna, það voru þessi beitarhólf Sér búin að redda þessu? Hvað segir þið? Ég held því sem búin að redda þessu fyrir því. Sko málið er að, hvað varstu þessu með, sko ég get græja beitarhólf fyrir þig. Já, ég er búin að redda þessu. Já, málið er að, þú veist, ef þú borgar kastust, þá er það mikið betra. Ég er bara búin að redda þessu. Já, þú veist, en ef þú borgar kast, þá er það betra. Hver er þetta? Hvað segir þau? Hver er þetta? Heyrðu eitthvað illa í mér að? Já. Já, ég var að segja við þig, ef þú borgar... Ok. Það verður mikið betra, skilur mig. Já, ég er bara að redda þessu bara. Já, ég skil þig, en hitt væri mikið betra. Það er búin að skella á. Nei. Lagði hann á. Hann lagði á. Sér hvað þetta er gaman. Vistu hvað þetta er gaman? Ef við ekki að hringja annað. Langar þig eitthvað að prófa þetta? Já, svona smá sko. Já, er það ekki? Jú, en viltu, þetta er svo gaman, viltu annað? Já, til leigu hérna, herru, það er annað beitarhólf hérna til leigu í Kjós. Því líka stemmingin þetta hjá okkur í FM 95 blöð, Pétur Jón Sigfússon, Steindi, og það getur reyndar vel verið að vera komin þriðji aðili og eftir. Já. Við erum í klefa. Við erum ekki búin að fá neitt með okkur ennþá í þáttinn, en ég er alveg til að við getum alveg stekja hann líka bara 2. Það gæti að enda með því. Það sjá. Ef það enda með því, þá þú sem ert að hlusta geti verið í góðum málum. Það er verið að brjóta blað í sögu útvarps hér. Brjóta blað, segi ég. Það er bara nákvæmlega hann. Ég sko, ég var einmitt að spá í hvort að Öddi, sko, hann er örugglega svo stressaður núna því að mistök hjá honum að fara í golf. Já, því að við værum, sko, hann er svo hrættur með þetta er örugglega súr þáttur, sko. Já. Sem að súrt er gott. Er mjög rétt hjá honum, sko. Pyrir við ekki, Pyrir við ekki, en gætt súr, maður. Það er ekkert annað. Ok. Geggja, sko, þú nærið þessu sló. Já, góð dag. Halló? Já, góð dag. Ertu að leita beitarhólfi? Svo ég höfðist í bændablaðinu. Já, þetta vantaði beitarhólf. Já, ég sérstu fór að vera að leita lengi að leita lengi að því, já.
illa í mér, ég stattur hérna smá. Það heyri mjög ekki. Já. Hvernig getur þú sagt mér eitthvað frá þessum hólfum? Þetta bara upp í kjós. Hvað er þetta fyrir þú? Upp í kjós. Upp í kjós? Og ertu sjálfur það í kjósi? Ég heyri mjög ekki. Ertu í kjósinni núna, sjálfur, stattur í kjósinni? Ekki núna, nei. Hvað er þú stattur sjálfur? Ég er í Reykjavík núna en þú getur komið að hýst mig helgina. Já, ertu að tala taka bara eitthvað bakari og snó að renna þessi yfir? Ertu eitthvað myndir af þessu? Ertu við myndir af þessu? Já. Já, og hvað tekur þetta marga hesta? Hvað kemur marga hrossum? Hvað þarftu marg mikið? Ég er í rauninni að leita eftir svona kannski eitthvað deilur 4 til 6 hross. Já, það er ekkert mál. Heyrðu illa í mér? Mjög illa. Já, hann er alveg fellega vondur. Mjög illa. Halló? Þetta, ég gæti gert þetta í allan dag, sko. Ég held að við séum 2 samt að finna þetta fyndið. Þetta er alveg rosalegt, sko. Sér hvað ég hafi gaman að þessu maður. Já, þetta er bara... Ég verð að bæta svona við í minn grín bakgrunn. Já, þetta er bara nöðsilegt, sko. Þetta er geðveikt maður. Ég gæti verið heima með mér alveg heilt kvöld að hringja bara fullt, sko. En maður var einn heima. Já, hringja bara eitthvað. Sér hvað þetta er gott. Þetta var hérna nýliður. Ég veit ekki hvað maður skýra þetta maður. Við félagarnir í beinti bílinn skýrum þetta bara gjallarhóttni. Þættir hinga og þanga að hafa verið með hinn og þessi hótt. Já, fengum við þetta ekki bara að lána þið núna. Þetta er náttúrulega liður úr. Bara gjallarhóttnið í FM. Já, bara gjallarhóttnið í FM 9 blöð. Já, okkur ekki. Gjallarhóttnið í FM 9 blöð, þakka fyrir sig. Eru við ekki bara að færa okkur á milli deilda á? Já, ég hefði gaman að þessu. Þetta, ég verði til að gera þetta aftur og aftur og aftur. Já, þetta er svo gaman að vera svona líka þetta með glænýr sími, sko. Þetta er 3. síman. Ég var að kaupa þessu. Þetta er FM FM 957. Það er að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. En ekki mikið lengur, drengir, því að klukkan er vel að 6. Já. Og það er bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Þetta er, hvernig er helgin hjá þér? Egil, ég veit hvernig helgin er hjá Steindar. Við erum að skemmta saman. Ég er að spá í að skella mér í lónið á morgun lögadag. Bláa lónið? Já, við vorum að skemmta á Bláa lóninu daginn. Það var alveg partí. Tónleikar og hipsumhaps ofan í. Ég ætla gaman að vera ofan í heitu vatni með bjór og giggi. Það er líka alveg band, sko. Þannig að þetta er skemmtilegt. Hljóma, það er þetta rosalega. Og tala um alveg band. Þú fórst að sjá Úlfana í vikunni. Já, ég fór að sjá Úlfana í vikunni. En hérna 10 ára gömul platan. Platan 10 ára og þeir rendur sérst allir í plötunni. Afmælis útgáfa, sko. 2 plánundur og rendu henni allri, svo var hlé og svo tóku þeir bara eftir hlé fullt af bara hitturum og hérna þetta var sko voru 30 tíma tónleikar eða eitthvað og þetta var algjörlega sturla og bara Þetta eru kongar. Já, sko bara Skaffir ekki leika. Úlfarnir, hvað, þú veist þeir eru bara rosalegir, þú veist, þeir eru líka svo góðir live. Þeir eru svo góðir live og bara hver einasti tónleikagestur söng með hver einasta orði. Þeir eiga dedicated fans. Já, svo bara flott, þú veist, og allt í hennu bara hérna og svo var Helgi allt í hennu komið bara með gítarinn og þetta voru alveg tónleikar. I like it, en það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við minnum á blöggastið sem kemur út á þriðjudaginn, ekki missa því, og svo næsta föstudag er síðasti FM 95 blöð þátturinn fyrir sumafrí. Við erum í frí í júli, þannig að það verða 3 í gír þar. En drengir, ég þakka ykkur bara fyrir samveruna hérna í dag. Sumleis. Og eigi góða helgi, kæru hlustendur, og gangi hægt gleðina þér og heyrumst í næstu viku. Takk fyrir okkur. Topp tónlistarstöðin FM 957